Ég heiti Ólafur Andri Ragnarsson og ég ætla að vera með ykkur í þessu námskeiði sem að við kallum hönnun og smíði hugbúnaðar, sem svolítið svona lýsandi fyrir þetta. Þetta námskeið sem við erum búin að kenna í, örugglega 10 ár eða eitthvað meira. Og ég er búin að vera að vinna hérna við skólan í fjöldi mörg ár og útskrifaðist frá Oregon háskóla með meistaragráðu þar fyrir mörgum árum. Svo ég byrjaði aðeins að kynna mig. Ég hef síðan verið mikið í fyrirtækjarekstri, stofnaði mitt fyrsta fyrirtæki í 93 sem hét Markmiðlun HF, sem var algjört rangnefni því að við vorum ekkert í markmiðlun. Við vorum í því sem við köllum enterprise hugbúnað. Við ætlum að búa til svona viðskiptalausnir, svona e-commerce, ætlum að vera ógeðslega klárir og græða á því. Hins vegar var engin markaður fyrir það. Það var engin eftirspurn eftir slíku. Þannig að við enduðum á því að verða internetfyrirtæki, síðan enduðum við á því að verða símafyrirtæki og svo seldum við það til og Vodafone. Og þarna einhvers staðar í millitíðinni þá stofnuðum við annað fyrirtæki sem okkur þótti vera svolítið sniðugt, sem að heitir Betver. Og það kom til vegna þess að ég var að vinna fyrir Íslenskar getraunir 94 eitthvað svoleiðis. Ég hafði unnið þar áður, 80 eitthvað. Og það var svona 94 ef þið kannski munið eftir því, þá það tíminn sem að interneti er svona að byrja og er að koma fyrst fram. Og þeir höfðu mikið áhuga á þessu fyrirbæri sem enginn vissi hvað var, eða svona var erfitt að skilgreina. Og velkomin þeir sem eru að koma. Voru þið först þarna frammi? Já, við þurfum að passa þetta í framtíðinni. En við áttum að vera í annarri stofu, hún var bara lítil. En ég held að sé hægt að komast inn hinum megin, þannig að hafa vaft megin. En ég hef augað með þessu í framtíðinni. Allavega svo ég haldi áfram með söguna. Ég vann þetta verkefni einhverja internetlaust fyrir Íslenskar getraunir og hún var fræg út allan heim. Ekki meðal kannski almennings, heldur meðal lotterí fyrirtækja sem eru brjálaðir og hótuðu að reka getraunir út úr þessu alþjóðasamstarfi sem var til og við vorum ljótu kallarnir. Og þegar við vorum í þenni stöðu þá er gaman að vera til og við kýldum á þetta, stofnum nýtt fyrirtæki, fengum fé inn og svo framvegis. Og síðan seldum við það fyrirtæki líka, reyndar í síðast ári. Nú er það í eigu fyrirtæki sem heitir Novomatic, austurískt risafyrirtæki sem er núna, en ég er ennþá að vinna hjá Betver. En þetta er svona mig, en það sem ég ætla að gera í dag, það er náttúrulega tvennt. Við þurfum að kynna námskeið, ég er að segja ykkur hvað við ætlum að gera, hvað ég ætla til að þið gerið og hvernig þetta á að vera allt saman. Þannig að það er markmiðið. En ég ætla líka, þannig að það er þeir sem voru í ný tækni, þeir kannski kannast við það, en ég er mjög gaman að tækni og framtíðarmúsík og svona hvernig trendarnir er að gerast, þróunin sem er að gerast. Og það er enda mjög mikilvægt þegar þú ert forritar að vita hvernig svona landi liggur, hvernig þetta er alltaf að gerast og snýr. Og ég ætla að byrja því að tala í dag enterprise applikasjónir. Ég finn hérna. Vitið þið hvað er enterprise applikasjón? Ég hef ekki lagt í að þýða þetta orð. Og það er út af því að meira ríkisútvarpið þýðir ekki Starship Enterprise í Star Trek eða hvað það heitir þarna. Þegar þeir finna nafn á það þá ætla ég að nota það bara. Hvað gerir ég? Já, það. Og, en getið ímynda okkur hvað enterprise applikasjónir eru? Er það eitthvað sem að þú kaupir út í búð? Hvað myndi enterprise applikasjón vera? Fyrirtækjum, sjálfsög, í fyrirtækjum. Einhver hýsir hana, menn er ekki að downloada þessu. Er einhver fleiri þarna frammi? Velkomin. Og, en ég ætla að byrja því í dag að tala eins þetta, skilgreina þetta og síðan í seinnipartinn í lokin þá ætla ég að tala námskeiðið sjálft. Byrja því að tala eins þetta. Þetta er það sem ég ætla að tala post-PC eran, við erum núna í þessu tímabili sem menn tala post-PC, ég ætla að tala það, enterprise applications, building blocks og evolution. Og síðan í næsta tíma þá ætla ég að skilgreina arkitektúr fyrir ykkur. En þetta er lesefnið, það er ný bók núna, 2 bækur, tölum það eftir.
Þannig að þetta lesefni, ég vil segja ykkur eftir hvar þið finnið þetta lesefni, því að ég veit það að ég nota svolítið öðruvísi aðferð en aðrir kennarar. Þeir eru átt okkur á því, ef þeir eru að koma á fyrsta árinu núna, að það sem þið lærið á fyrsta árinu og allar venjunar og hefðirnar, það er ekkert víst að þær haldist. Það geti verið breytingar. Þannig ekki taka neitt sem gefið. En byrjum á því að tala um post-PC era og svona bara til að setja þetta í sögulegt samhengi, hvar við erum og hvar markaðurinn liggur í forritun í dag. Ef við bara setjum á tímalínu, ég er mjög gaman að því að tala um svona tímalínur, það er sem frá 1960, tölvurnar voru nú alltaf til fyrir það. Það var nú til eitthvað svona hervélar eða eitthvað svona búið til í stríðinu, eitthvað svona hjálkar með svona vacuum tube. En þetta voru, fyrstu vélina voru náttúrulega mainframe vélar, risastórar og það hefði engin efni á því að kaupa þetta nema stór fyrirtæki, risastór fyrirtæki og ríkisstjórnir. Þannig einhvern tímann sagði forstjóri IBM að það væri markaður fyrir 5 vélar í heiminum og hann hafði alveg rétt fyrir sér með forsendunar þá. En síðan hefur náttúrulega verið hlegið af þessari setningu sem hann sagði. Nú síðan heldur þróunin áfram og á tímabili koma mínitölvurnar. Og mínitölvurnar þær eru bara ódýrari, minni og lélegri. Og þá sögðu menn, nei, heyrðu, við notum ekki þetta bara lélegt. En fyrir þá sem að voru ekki með mainframe, hafði gefnaði, þá var þetta frábært. Og alveg nógu gott. Og vélarnar minnkuðu. Saman tíma voru það hraðverkari. Svo enda með því að einhver býr til personal computer, PC, einkatölvu. Og menn sagði nú, þetta er bara drasl. Þetta var nú miklu lélegri tölvur heldur en hinar. Miklu minni, þetta fyrstu tölvunar voru ekki eins og með harðum diski, sko. Það bara voru með diskatur. En sjáu þið þarna trendi, þetta er að minnka. Og síðan gerist hérna eitthvað, það fer svona að fara í 2 áttir. Og allt í einu voru neytendur komin inn með tölvur, bara venjulegt fólk. Áður fyrir var þetta inn í tölvusölum. Það er enterprise-dótið. Og ef við skoðum hvert þetta fer, þá verða til serverar og þarna fer það þéttast. Það verður svona einhvern veginn samruni á öllum hlutum. Þetta stækkar. Serverarnir fara í klustera og svo endar þetta bara í einhvers konar cloudi, endalausir datacenterar sem að þarf eina búrfellsvirkjun til þess að knýja bara til þess að halda þessu drasli gangandi. Og þetta er svona þróun að verða rísast og fleiri fyrirtæki eins og Better til dæmis, við keyrum okkar tölvupóst allan í bara cloudinu. Það er bara ekki tísku í dag að vera með server í húsi. Ef þú startup fyrirtæki, þá er engin server í húsinu. Það er bara einhverjir laptopar og tabletur og mobilar og svo framvegis. Af því að þetta er allt það núti. Þetta er svona tendið. En hinum einn, þá gerast líka hlutir. Þeir minka, heldur áfram að minka. Persónutölvurnar verða laptopar, fór sér þetta laptop. Fyrstu laptopar verða mjög klönki svona. Og síðan náttúrulega önnur kategóría, það er þessi símar sem er að koma. Og 2001 þá kemur iPod sem að olli miklu fjarafóki en í þessum musical player markaði en er mjög merkileg uppfinning. Síðan koma snjallsímarnir, þeir koma 2004-2005 en það er ekki fyrir en að 2009 með iPhone að svona þessi kategóría verður til sem eins og við þekkjum í dag og það er rosalega áhugavert shift sem átti sér stað þar og það er nú eitt af því sem ég tala um í hinnunámskeiðinu mínu. Svo verður allt smart TV eins og hafið eigið smart TV. Er það smart? Það er nákvæmlega ekkert smart við það, það bara kannski kemst á internetið. Tablets koma 2010 og síðan koma smartúrin, þau eru að koma núna. Engin sem á svona smartúr. Það er Google að koma með þetta. En þetta er að keyra hugbúnað. Tengist enterprise forritunum okkar. Og síðan bara allt saman, þvottavélin og hvað það heitir. En það sem að mér finnst áhugavert að pæla í, það er þessi umbreyting sem verður hérna 2010. Og ég tala mikið um þetta, en þetta er mjög áhugaverður tími. Á þessu tímabili þá breyttist allt frá því að vera svona analóg heimur í það að vera digital heimur. Það hugsaði bara um tónlist, kvikmyndir, bækur, það umbreyttist allt. Allt sem við áttum á 20. öldinni, sjónvarp eins og þau voru, filmur, geisladiskar, vínilar og þeir eru ekkert að koma neitt sérstaklega mikið aftur. Þeir eru ekkert að deyja en þeir eru þarna. Símarnir, úrin, maður sér nú allar svona úr lengur. Peningasæðlar, þetta er allt eitthvað úrelt fyrirbæri. Og lottómiðar, ég hef það í miðjunni, það er það sem ég er að reyna að losna við. Setja bara inn netið.
En það sem gerðist var það að ástæðan fyrir við kvöldum með Digital Decade vegna þess að þessir ágætu herramenn, þeir töluðu mikið Digital Decade og þeir kannast náttúrulega við þessi keynote sem Steve Jobs alltaf með. Þetta eru reynda product-kynningar, flestar eru nú hundleiðilegar en það alltaf svona rosalega gott insights inn í þeim öðru hvoru. Bill Gates var meira svona futurist, alltaf að tala framtíðina og hvernig hún verður. Og ég hafði mjög gaman að því að fylgjast með þessum náungum þegar þeir hafa verið að tala. Bill Gates nú hættur að halda ræður á þessum ráðstefnum. En þetta er það sem að Steve Jobs sagði í keynote þegar hann var að kynna iPod, tónlistagræðuna. Þá sagði hann, the personal computer can become the digital hub of our emerging digital lifestyle, adding tremendous value to our other devices. Það er að segja að einkatölvan er þinn digital hub. Og við sjáum alveg hvert það fer, nú tölum við post-PC, þannig að það er eiginlega búið að downgreita tölvuna. Þetta er Digital Decade. Fyrst koma tal, tónlist, myndirnar okkar breytist í digital. Það er margar skemmtilega sögur sem segja frá því. Sjónvarpsþættir. En af hverju haldið þetta gerist í þessari röð? Af hverju byrjuðu ekki bara kvikmyndirnar? Það er komað seinna. Þetta er út á bandvítinni. Það er ekkert hægt að downloada árið 2000 að downloada inn í kvikmynd. Það var bara sólarhringurinn, sko. Þetta tók alltaf langa tíma. Það er bein samsvörun milli afkastageta tölvu, bandvítar og þeirra applikasjóna sem að verða til. Og bækurnar koma síðan mjög seint. Af hverju var það? Það voru því að það var ekki til nógu góði lesarar. Bara velbúnaðurinn sem að ler. Það er ekki fyrir en Kindle kemur sem að menn sjá, hei, þetta er awesome. Þeir sem voru á undan voru bara of clunky og ecosystemið var lélegt þannig að það dregst hérna. Núna eru bækurnar eiginlega dottnar allar í digital. Og ég er hissað að það skulle vera, ég var maður að segja, það skulle vera bóksala hérna í húsinu. Nei, ég þór ekki að segja. Og hvað gerist eiginlega í þessu þegar að þessi Digital Decade er liðin? Þá bara sjáum við það að PC-tölvan, eins og við þekktum hana, er bara dauð en auðvitað er hann ekki dauð. Þetta er svona meira, hún er ekki eins mikilvæg og hún var sem þessi digital hub. Og ég ætla að spila fyrir ykkur, ég er alltaf gaman af Steve Jobs, en ég ætla að spila fyrir ykkur þessa ræðu ef hún virkar þar að segja hérna. Það sem hann er að kynna þetta insights þegar hann er að kynna iCloud. Þannig að þetta er svolítið mikilvægt. Eins og ég segi, þessar prótótkynningar hjá honum eru nú yfirleitt ekkert sérstakar en það eru svona insights sem eru mjög skemmtileg og ég ætla að spila eitt hérna ef þetta heyrist. About 10 years ago, we had one of our most important insights, and that was that the PC was going to become the digital hub for your digital life. What did that mean? Well, it meant that that's where you were going to put your digital photos. Where else were you going to put them? Your digital video off your digital camcorder, and of course your music, right? You were going to acquire it in the device or potentially on your Mac, and you were going to basically sync it to the Mac, and everything was going to work fine. And it did for the better part of 10 years, but it's broken down in the last few years. Why? Well, because the devices have changed. They now all have music. They now all have photos. They now all have video. And so if I acquire a song, I buy it right on my iPhone, I want to get that to my other devices. Right? I pick up my iPad and it doesn't have that song on it. So I have to sync my iPhone to my Mac. Then I have to sync my other devices to the Mac to get that song. But then they've deposited some photos on the Mac, so I have to sync the iPhone again with the Mac to get those photos. And keeping these devices in sync is driving us crazy. So, we've got a great solution for this problem. And we think this solution is our next big insight, which is we're going to demote the PC and the Mac to just be a device. Just like an iPhone, an iPad, or an iPod Touch. And we're going to move the digital hub, the center of your digital life, into the cloud. Because all these new devices have communications built into them
They can all talk to the cloud whenever they want. And so now, if I get something on my iPhone, it's sent up to the cloud immediately. Let's say I take some pictures with it. Those pictures are in the cloud, and they are now pushed down to my devices completely automatically. Þannig að PC-tölvan í raun og veru bara einn af þessum deviceum, en það þýðir það að við þurfum að hugsa svolítið öðruvísi þegar við erum að smíða enterprise-lausnir. Við þurfum að hugsa í forritaskilum og svo framvegis, og það er akkurat það sem er topicið hjá okkur núna í haust. Ég er mjög gaman að þessari mynd hérna. Þetta sýnir svona hvernig breytingin hefur orðið. Þarna eru 2 vélar, ég get ekki hvaða vélar frá þessum svipum tímum og svo þennan síma þarna til hægri. Þetta eru svipaði spekkar, með sér skjárin er mjög svipaður. Þannig að á þessum tímum þá minnkaði þetta, var miklu hraðvirkara og þetta er bara að halda áfram. Og það er mjög gaman að fylgjast með þessi þróun því að við erum þarna förum við í gegnum þessa crosscutter þar sem að PC-vélin bara kemst fyrir í vasan og þetta er að minnka niður í þessi úr og svo veit ég ekki hvað og það er að koma mjög áhugaverðar uppfinningar á næstu árum. En eitt sem að þetta hefur í afleiðingar í för með sér, það er þessi sem ég kalla digital lífstíl, það sem að Steve Jobs talaði hana. Og eitt af því sem að ég segi alltaf er það að vera með vef og mobile vef. Þetta var svona spurning sem ég þoldi ekki fyrir nokkrum árum þegar við vorum alltaf að biðja með mobile API fyrir lausnin okkar eða mobile eitthvað og ég sagði það er ekkert mobile eitthvað, það er bara vefur, það er bara eitt API og það tók svolítið tíma að útskýra það en það er hægt. En þannig að við búum í þessum digital heimi þar sem allt draslið er einhvern veginn hann úti og við þurfum að smíða þessa enterprise-lausnir fyrir þennan lífstíl. Er einhver þarna frammi? Það að opna. Það er maður að finna lausn á þessu. En þegar við komum með þessa... Gælt það? Nei, það er bara voðalega vont að komast hérna inn út af það eru læsingar. Takk. En þegar við komum öll þessi tæki, þá eru komið mismunandi tilgang líka, þau bara spá í það. Vinna, upplýsingar, fókus. Svona þegar ég sitt við laptopin þá er það oft þannig. Þegar þú vinnur við þetta. Men ef þið ætluðu að skrifa bók, þá myndu þið kannski ekki nota smartsíman eitthvað í það. Eða tablet eða eitthvað svoleiðis. Það eru menn sem hafa gert það. Nota svona tablet til þess að skrifa bók, en ég myndi ekki innlega. Þessi sími, hann hefur líka önnur hlutverk. Þetta að tjekka, hafið ég tekið eftir að fólk er alltaf að tjekka, þeir hafið lent í þessu sjálf. Þeir er alltaf að gá hvað gerist, hvað var að gerast á Facebook. Nú hafið þið ekki tjekkað á Facebook í nokkra mínútur. Það er einhverjir hérna að vísa að tjekka. En það er til syndrom í læknisfræði sem heitir the checking syndrome. Og það verður þess að þegar þú færð upp nýjar upplýsingar þá kemur svona dópamin inn í heilan, það er svona verða menn ávana fasti, þannig að síminn er alveg í þessu sko. Tabletin, mér finnst mjög gott að bara brása, svona þegar maður er að hérna eftir svona taka dót, ekki gefa þegar PC-in er í þessu. Og svo þarna, þá ertu bara, þú ert ekki að skrifa bók á svona stóra skjái, það er að við svo hægt. En þessi tæki hafa öll sín hlutverk og kannski þurfa að hanna lausnir sem að passa fyrir þessi hlutverk. En hvað er þá þessi post-PC era sem menn kalla, þetta svona eftir PC-vélin var dóminerandi hlutur. Það þýðir að við erum komið með netkerfi, cloud, við erum með APA, við erum með enterprise system og eitt trendið sem að gerist var það að öll þessi kerfi, ef við spáum í það, þegar þið fyrir mörgum árum með nokkrum árum þurftu að bóka flug með það, þá fórstu tala við ferðaskrifstofu. Það var eina leið, þú talaði við ferðaskrifstofu og flugfélögin voru líka með ferðaskrifstofur og þú fékkst miða í gegnum einhvern agent. Agentin var síðan fyrir aftan skrifborðið og var að nota einhverja tölvu með butt-ugly AS400 interface sko. En þetta virkaði allt saman. Einhver mainframe hann á bakvið. Það sem gerðist var það að þessi flugfélög þau fóru og settu kerfin í andliti á fólkinu. Bankarnir gerðu það líka. Þannig að öll þessi enterprise kerfi sem að þurfti manneskju til þess að stýra hugbúnanum og svo afgreiddi hún afgreiðslu störf. Þessi störf eru öll farin og núna fer neytandinn sjálfur á vefinn og afgreiðir sína eigin
þjónustu, kaupi sín eigin flugmiða. Eitthvað dettur ekki í huga að fara í ferðaskrifstofuna, maður sé mjög flókin ferð. Og það það sem að ferðaskrifstofuna gera, það búið til flóknar ferðir. Þannig að þessi lausnir eru aðgengilegar af neytendunum, nýtæki, alls konar hluti sem eru komnir inn hana. Þannig að þetta alltaf orðið miklu flóknara. Og hvað þýðir það? Hrikalega mikið á notendum, og eins og kerfin sem við erum að smíða mitt fyrirtæki þurfa að vera með kannski 1 milljón notendur og kannski fleiri þúsund notendur samtíma sinni. Þegar það eru svona lottopottar í gangi þá þurfa allir að logga sig inn á sama tíma og kaupa miða. Að vísu það ekki álagspunkturinn, hann eftir að útdrátturinn verður, þá fara allir að tjekka hvort þeir eru unnið, en það þarf að höndla þetta, og kannski síðan kerfið dautt meira og minna alla vikuna, en það þarf að höndla gríðarlegt magn af notendum. Hugbúnaðurinn er miklu flóknari, það þarf að höndla uppitíma, öryggismál, alla þessar hluti og scalability, að geta stækkað kerfið. Það kemur rosalegt álag, markaðsherferð, þá þurfum bara að bæta við einhverjum capacity til þess að þetta virki. Og síðan þarf þetta allt saman að vera samkeppnishæft, þannig að þú getur bætt við og breytt, þannig að allt þetta er rosalega flókið umhverfi. En þetta er það sem við ætlum að tala um. Hvernig leysir þessa blessuðu þætti? Þetta er það sem að, ef maður horfir á þetta svona tímalínunni, þá ertu með hardware, síðan fara hardware að tengja saman, síðan kemur hugbúnaðurinn, það verður shift yfir á hugbúnaðinn, og núna erum við að tengja saman hugbúnaði með APIs og svo framvegis. Og eitt af því sem við erum að horfa á núna, trendarnir sem við erum að horfa á núna, eru þetta cloud computing, að vera alltaf til, Ubiquity þýðir bara alltaf til, og síðan færsla yfir í service-oriented architecture sem mjög erfitt að tala um, en ég ætla nú samt að tala um, og APIs. Þannig að þetta svona það sem er það, og þetta er svona ný leið sem menn að fara í að búa til hugbúna, og það er það sem ég ætla að tala um núna í þessu námskeiði í vetur. Ég með eitt quiz hérna. Þetta er alltaf á ensku, þeir verða að afsaka það, en hver af þessum, þetta er svona leiðileg krossaspurning, hvað af þessu er ekki satt? The challenge ahead is to connect software. The PC is no longer a device for development. Computing has moved to the cloud. During the digital decade, the PC was the digital hub for all devices. Ok, þegar maður endir í svona leiðinda spurningu sem með svona neitun, þá er spurningin hvað af þessu er satt.